Fjórði kapítuli. Kvöld undir jökli. Við erum undir jökli. Ekillinn segir, það er hér sem við eigið að fara út. Sjávarmegin brautar, að baki grænum túnhól er graslaus mölborinn blettur. Þar stendur gamalt skúrgrey, kringum tvisvarsinnum 3 metrar, klæddur bárujárni. Hann er aftur. Kvöld. Þoka hefur sest í fjallabrúnirnar. Mannvistar leifar auk skúrsins eru ekki aðrar en fiskinn trébekkur jarðfastur úr 3 plönkum, öðrum megin við kofadirnar. Undirritaður sest á bekkinn með sjópokann við hlið sér og tekur upp kortið. Þokan hefur skellt ofan af fjallgarðinum öllum og er hvergi dimmari en þar sem jökullinn á að vera eftir kortinu. Það ýrir úr loftinu. Það skín í grænkandi túnhólinn í rökkrinu og skaga fram úr honum hraunnibbur hér og hvar. Þegar ég tók aftur í læsta skúrhurðina sá ég fyrir ofan dyrnar spýtu og hafði verið málað á hana letur úr kinnroki eða tjöru endur fyrir löngu. Þó á letrunni væri máð og rykfallin og spýtan fúin mátti þó grilla þessi orð: hér er gert við prímusa. Heimreiðina pressitrinu lá í hálfhring túnhólinn. Rétt við götuna stóð kálfur í tjóðri, ógn óburðugur, vambmikill með skitu, grettur, úfinn á krúnunni, hengdi niður hausinn, baulað ekki. Gesturinn stendur á hlaðinu. Langhlið hússins vissi mót sjónum og túnið teygði sig fram á sjávarhamar þar sem hvítir fuglar sveifumuðu ofan yfir. Er það biskupinn? Spyr konan okkur og kemur fram í dyrnar. Umbi. Ó nei, ekki nú svo vel, en ég er með bréf að sunnan. Konan. Þér eru sama sem biskup og það var gert boð á undan yður í skeyti. Gerið svo vel. En presturinn er ekki heima. Þetta er Rangalahús samsett úr mörgum einingum. Ílangt framhýsi frá austri til vesturs úr timbri og bárujárn utan á, gluggar og dyr á þeirri hlið sem vissi að sjónum. Síðan tóku við ólögulegir timburkumbaldar sem smám saman liðu út í óendanleg leika fullan af torfkofum, rambandi eða í rústum. Þeir fjarlægðustu samgrónir við græna hóla í túninu. Þessi húsagerðarlist, hver kofinn út úr öðrum, var eitthvað í ætt við æxlun kóralla eða kaktus. Konan bauð mér til skála, síðan hvarf hún. Ég fór að bíða. Allar dyr á gátt. Rak hann súg, lagði inn og kaldranalegur jarmur sjófugls úr björgunum fyllti opið húsið í rökkrinu. Útidyrahurðin var af hjörunum. Skálahurð vissi fram á ganginn og marraði í nístingslega ef reynt var að hreyfa hana. Skálinn hafði í fyndinni verið málaður ljósblár en liturinn var dottinn upp úr og skellurnar voru dökkrauðar af ennþá eldri málningu og komna skellur í skellurnar. Þessar innri skellur voru eiturgrænar. Í skálanum var gríðarlangt borð og meðfram því trébekkir sitt hvor megin. Allt úr óunnum plönkum og rekið saman með fírtómu. Pólutur hússins var kommóða, skrifborð og skatthól, allt í niðurnýtara lagi og ekki auðvelt að ímynda sér
hvað hefði orðið af skúffunum, því þar voru með öllu hornar úr hirslum þessum. Þegar umboðsmaður biskups var búinn að sitja í klukkutíma fór að slá að honum í þessum hráslaga. Hvað átti umboðsmaður í þar að gera af sér? Átti hann kannski að leita að konunni og segja að sér væri kalt? Var hann þá kominn í þetta ókunna hús til að kvarta yfir hlutskipti sjálf sín? Hann komst að fyrir niðurstöðu að hann hefði ekki rétt til að kvarta. Hann var ekki sendur hingað til annars en leita staðrænda. Ef hann átti að sitja hér upp í málþóla í nótt, þá var það eins góð staðrænd í skýrslu og hver önnur. Það er ámunda óvísindalegt og það væri óheiðarlegt að stöðva vísindarlegan prósess í miðju kafi af móralskum ástæðum, til að mynda af því manni er orðið kalt á fótholum. Umboðsmaður hafiði fyrsta klukkutíman dvalið fyrir sér með því að hripa upp í hraðriti ferðasögu dagsins, en hætti vegna kulda en það varla skrifljóst lengur og þess vegna dettur ferðasagan botnlaus niður á kjóunum í Kolbeinsstaðahreppi. Stendur á fætur, teygir sig og glímir ögn við marrandi hurðina en gengur síðan út og stefnir í sjáarátt og er komin á bjargbrún. Víða var fertugt, sums staðar áreiðanlega sextugt. Þessi kolsvört björg voru eins og fannbarinn, svo þröngt satt hvítur fuglinn í næturhúminu. Á sillu sem var ekki stærri en lófi manns bjuggu margar famíljur. Þetta er Skegglubyggð. Jafnvel miðnóttina er Skegglubyggð sjaldan hljóð á þessum tíma árs, að minnsta kosti ekki lengi senn. Þó allir virðist vera búin að lesa bænirnar sínar, þá veit enginn fyrr til en einhver hefst upp úr einsmanns hljóði í skrækri falsettu eins og hringt í eldklukku. Stundum er röddin snögg og sár og eins og ylfur í hundi sem vaknar við að stíður á skottið á honum. Stundum eins og þegar hvítvoðungur fer að hrýna feldsfullur upp úr fastasvefni, vakinn af orðlausum draumi sem kom í hæsta lagi af smávegis óþægindum fyrir hjarta. Skegglubyggðin glaðvaknar og tekur undir dálitla stund uns fólki kemur sér saman að fara með faðirvorið aftur og bíða næsta vekjara. Undirritaður hafði ætlað að sækja sér hita í kroppin en það er hrollaugaldi heldur en hitt að hlusta á jarmfugla í ráslaga nótt snemma vors. 5. kapítuli. Hnallþóru þáttur og huldur hrúts. Klukkan er 00:00 á miðnætti. Áminn sann berst ekki einhvers staðar kaffilykt á móti manni út úr húsinu. Inni er búið að breiða dúk á borð og bera fram sætabrauð, margvíslegt að lit og lögun. Ég held mér sé óhætt að fullyrða að einstaklingar hafi skipt hundruðum, frambornir á hér bil 20 diska. Þó tekur steinin úr þegar konan ber fram 3 stríðstertur, svo nefndar af því þær urðu móðins í stríðinu. Hver sig er 20 cm í þvermál og kringum 6 til 8 cm á þykkt. Loks bar konan inn kaffi og kveikti á rafmagnsljósi nakinni 15 kerta peru sem hékk í taug úr loftinu. Konan afsakandi. Ég ætla nú samt að kveikja á þessu, þó við gerum lítið að slíku hér á bæ. Þessu var tróðið upp á hans í Rajón hér árið þegar þetta var leitt inn á hvern bæ eftir nýju lögunum. Hvort heldur fólk vildi hafa þetta eða ekki? Undirritaður vissi ekki glöggt í fyrstu hvað þetta var, sem ekki mátti nefna með nafni. Smám saman rann það upp fyrir mér að konan var að tala um rafmagn. Það er ekki nauðsynlegt að kveikja á rafmagni mín vegna, kerti dugir. Konan, varla er það nú biskupum bjóðandi. Það var samt úr að konan slökkti á ljósi því sem ekki varð orðum aðkomið
og kveikt á kerti. Þetta var reyndar miklu hátíðlegra en 15 kertaperan nakta. Konan heldi kaffi í bolla gestsins og bauð að gera svo vel. Tók sér síðan störu hjá dýrum, ströng á svip. Það var moldarbragð af kaffinu og ef satt skal segja féllust mér hendur að sjá svo fjölmennt sætabrauð samankomið kringum svo vont kaffi. Mér fannst konan stæði yfir mér af samskonar skyldu og þegar verið að gá hvort skepnur éti það sem látið er fyrir þær. Hún er virðuleg kona, en þurr. Óskar ef til vill eftir eilífri þögn og líður illa á sál og líkama ef virtir á hana að fyrra bragði, veður að fara varlega. Kannski var aðeins smávegis grindverk utan hana eins og kringum líkneski á torgi. Hreinleg kona, varla mikið yfir 60, skambreið, nokkuð klárvíg. Kannski sóknarpresturinn sé farin að hátta. Konan, mér er ókunnugt það. Með leyfi eru þér ekki frúin? Konan, ekki hef ég nú verið talin það hingað til. Svona margar kökur hef ég aldrei séð í einu. Hafið þér búið til allar þessar kökur? Konan, hver annars svo sem? Enda kallar það mig Hallþóru hérna. Sérkennilegt nafn. Fröken Hallþóra. Ætli því hérna þykir ég ekki handfjalla hnallinn í mortélinu nokkuð frekt. Sjálfsagt mjög skemmtilega hugsað. Fröken Hallþóra. Það er séð offsjónum yfir ýmsu hér í sveitinni. Stórfrúr sem hafa hrærivél tala mortéli mitt. Hvað er kardímóman áður en hún hefur verið sett undir hnallinn, spyr ég. Gerið svo vel að brúka með kaffinu. Fyrirgefið, er pressfrúin sjálf ekki heima? Fröken Hallþóra. Ég veit það ekki. Ég hugsa kannski hún sé ekki í hjá. Þurfti biskupinn að tala við hana? Og nei, ég spurði bara svona. Fröken Hallþóra. Já, það var og. Það mætti reyna að spyrja austur í neðra traðkoti. Það kunne vera reyndar stundum á vorin, segir það. Þér eru samt ráðskonan eða er það ekki? Fröken Hallþóra. Ég bara er hérna. Fylgi staðarhúsum. Voru þér hér fyrir þegar séra Jón fluttist hingað? Fröken Hallþóra. Já, ég er hérna ofan úr fjallinu. Ofan úr fjalli. Fröken grípur andan á lofti, lygnir aftur augum og sígur einhvers konar óþarfa já alla leið niður í lungu. Jánkar á innsoginu sem kallað er. Já! Ofan úr fjalli, er það einhver sérstök ætt? Fröken Hallþóra. Ég er ekki komin á sérstakri ætt. Það eru aðrir það. Engin sérstök tíðindi hjá nú byggðarlagi? Fröken Hallþóra. Og það gerir svo sem ekki mikið hjá því hérna. Kemur aldrei neitt fyrir nokkurn mann. Enginn hefur séð neitt. Ekkert komið fyrir yður heldur. Aldrei séð neitt.
Fröken Hallþóra: Ekki sem ég get talið. Kannski eitthvað sem þér getið ekki talið, til að mynda hafið þér aldrei átt hest. Fröken Hallþóra: Nei, drottinn veri lofaður. Aðrir hafa sem betur fer átt hesta, en ekki ég. Hvar á kálfinn? Fröken Hallþóra: Kálfinn? Þetta sem að drepast? Ég veit ekki til hvers það að gefa mér þetta. Hér ekkert að gefa kálfinn nema kaffi einstöku sinnum og gamalt bakkelsi sem ég mýl saman við. Aftur á móti ég ekki að fara í launkofa með það við neinar. Einu sinni kom dulítið fyrir mig, ég sá dulítið, en aldrei nefnir þetta eina skipti. Þetta ætlar að fara betur en á horfðist. Fröken Hallþóra: Náttúrulega segi ég það ekki nokkrum manni. Já, það var nú aftur lakara. Fröken Hallþóra: Ég ætla að fara fram og bæta í könnuna. Takk fyrir, það alveg óþarfi. Ég ekki vanur að drekka meira en eins og hálfan bolla, en ég sýnist þessi kanna taka að minnstakosti hálfan annan lítra. Ekki var annað komandi en konan færi fram aftur með könnuna til að fylla hana. Gat þó varla mikið borð hafa komið á hana. Meðan frökenin var úti, gat umboðsmaður biskups varla haft augun af stríðstertunum þrem, útbelgdum af krúðirí, og voru samtals 60 sentimetrar í þvermál. Ég svitnaði dálítið á enninu. Í vonum þess að einhver fróðleikur myndi togast út úr frökeninni með þolinmæði þáði ég 3. bollan mót venju. Það hreif. Kaffið þamb gestsins fór að verka leysandi á þessa bundnu konu. Viðbrögð hennar urðu mennskari og hún gekkst undir þá mjúklætingu sálarinnar með uppgjöf fyrir guði og mönnum sem í því falin að segja sögu. Hún vék aftur að þessu einu sem fyrir hana hafði borið dagana, því eina skipti sem hún hafði séð eitthvað. Það var fyrir hartnær 50 árum, en, segir hún, ég man það eins og það hefði gerst í gær. Má ekki skera biskupnum tertu geyra? Það svo sem alveg óþarfi, en takk fyrir. Fröken Hallþóra: Má ekki skera sinn geiran af hverri. Það stóð aldrei til að þetta færi í tjörubúðarhundana. Gesturinn sárbeitti hann að skera ekki nema af einni, helst þessari með sykurskáninni, því hún var ekki eins blaut og hinnar og vall ekki út úr henni eins mikið af saft og dósa ávöxtum. Síðan skar hún mér geira sem var hæfilegur skammtur handa 7 manns og lét á kökudiskin hjá mér. Fröken Hallþóra: Ég var eins og hvort annað unglingstötur. Ég var senda einhverja erinda út í Bervík. Í staðinn fyrir að ganga sjávargötuna sem leið liggur að neðanverður, þá þræddi ég fjárgötur að ofanverður, beint yfir jökulvörpin. Þarna eru margar fallegar dokkir fullar með mosa og berjalyng. Og sem ég nú geng þarna upp eitt varpið veit ég ekki fyrr, en ég sé mórauðan hrút, vaninn hindan, standa þarna einan sér og engin önnur skepna neinstaðar nær og horfir á mig neðan úr dokkinni. Ég hef aldrei orðið eins hrædd á minni lífsfættri ævi, mállaus manneskjan, varnarlaus kvenmanns kind. Því ég vissi að hvorki þessi né neinn annar vaninn hindur hrútur moruður var til hér undir jökli.
Það sló á hann gylltum bjarma. Aldrei mína daga hef ég séð annað eins að reiði á nokkru lifandi skepnu. Mér fannst ég ætlað að verða steini. Ég gat lengi ekki haft augun af þessari dáfallegu skepnu sem ég vissi að ekki var til, hvorki í innsveitum né útsveitum né á öllu Íslandi. Hann stendur kyrr að sínu leyti og horfir á mig. Mér sem ég standi þar enn þann dag í dag og hann horfir á mig. Hvað átti ég að gera? Seinast hafi ég þó vit á að hlaupa í hvarf. Ég tók á mig stóran krók ofan af varpinu og hljóp eins og fætur tóguð og þræddi mig eftir lautardrögum alla leið niður að sjó og þá var ég komin á þjóðgötuna. Guðslof. Huldur hrútur. Konan andaði oní sig svarinu í falsettu og áreiðanlega með hjartslátt enn þann dag í dag eftir 50 ár. Ég veit það ekki. Var nokkurn tíma komist til boss í þessu? Fröken Hnallþóra. Nei, það komst auðvitað enginn til boss í því. Það vissu allir eins vel og ég að ekki voru tilneinir moruðir vaninhindir hrútar hér slóðir. Piltar á næsta bæ fóru að gá en þeir sáu náttúrulega ekki neitt. Og síðan hef ég sjálf aldrei séð neitt sem kallar að sjá og aldrei komið neitt fyrir mig. 7. kapítuli. Morgun undir jökli. Umboðsmaður yðar að snemma á fótum. Birtan var ekki til þess fallin að sofa í henni, allra síst þar sem ekki var blæja fyrir glugga í bláakæmissi því upplituðu þar sem fröken Hnallþóra hefði vísað mér til sængur nóttina að loknu kaffi. Það var reyndar farið að gríja af degi. Herbergið var á hægri hönd í gangi innar af útidýrum gegnt gestaskála. Hurðin var á annarri hjörinni og maður lokaði að sér með snæri. Það var greinilegt að hún hafði verið negld fyrir í vetur og myndi aftur verða negld fyrir í haust. Þokuna var að taka upp, túnið íðilgrænt eftir úrið nóttina. Sauðfé var komið í túnið. Enginn gaf að reka úr túninu. Nokkrar maðkaflugur voru innan á glugganum hjá mér. Ég var hálf vondur innan mig af sætabrauðs áti og rótarkaffi meira en góðu hófi gengdi. Að vísu hafði mér ekki einu sinni tekist að ljúka þeim hálfum öðrum lítra sem konan hafði borið mér að drykk þessum í fyrstu lotu, en hverju myndi konan hafa búist við af mér hefði ég drukkið tvisvar upp úr könnunni, alls 3 lítra eins og hún ætlaðist til. Rekkja fyrirfannst reyndar í herberginu, ein innan stokksmuna, en hvorki húsgagn, né búsgagn, né önnur gögn. Var ætlast til þess að næturgestur sem innbyrt hefði 3 lítra af þessum vökva notaði gestarúmið að hætti blöðbarna. Eftir á að hyggja var úti í horni ryðgaður þvottastandur af því tagi sem nú eru eftirsóttir gripir á byggðasöfnum og mér sagt að enn sjáist í mannabústöðum á Englandi. Í svona standi komið fyrir vaskafati, þvottakönnu og sápuskál. Það morugt vatn í könnunni. Hefur þetta vatn kannski verið notað áður til þvotta? Hve oft?
höfðu fyrri næturgestir notað könnuna til annarra þarfa eftir að hafa drukkið 3 lítra af kaffi í vetur, meðan hurðir voru negldar aftur í húsinu. Handklæðisgrey hékk á nagla á miðju þili. Það myndi á listaverk, þó mjög torskilið, eftir Duchamp. Nú vakna torleistar gátur. Hví þessum lítilmótlega hlut, trosnuðum og gauðslitnum, veittur svo augljós forgangsréttur, að kalla má að hann sé alls ráðandi í herberginu. Bara að skilja hið æpandi handklæði sem leik gerður væri til mín, táknmál. Ekki má gleymast að taka fram að herbergið hefur í gær verið vandlega skúrað í hólf og gólf. Ugglaust skrubbað upp úr sterkri sódablöndu og leiðir hún fram stegg af kæsingu, nauðalíkan kætulykt. Þessi lykt blandast nú við annan fnykur af fúnu tré og myglaðri mold í torfvegg baka til. Þar við bætist þefur á maðkaflugu, einkennilega megn, en á einhvern hátt alls ekki eins andstyggilegur og lykt af mörgum hryggdýrum. Ég gleymdi að segja að mér var ógerlegt að lúka upp glugga í nótt áður en ég lagðist fyrir. Hvernig þessar feitu og þrekmiklu maðkaflugur höfðu komist inn, var mér hulið. Eitt var víst, útkomust þeir ekki. Kannski ekki heldur til þess ætlast. Var hugsanlegt að flugur þessar hefði verið sóttar hingað eftir að búið að skúra og ef svo var í hvaða skyni. Voru þær staðgengil myndlistar í húsinu? Eða skrauts? Kom þær í stað gullfiska eða kanaríufugla? Ef til vill hvort vekja. Myndlistar blekking augans, flugur aftur á móti lifandi skraut og auk þess fjörmeiri en blóm, því blóm eru dauf í hreyfingum og þegja. Jafnvel gullfiskar eru þöglir en maðkaflugan er kanaríufugl öreigans, gæt söngrödd sem vekur endurminningar hjá gestum. Maðkaflugan minnir undirritaðan á sólskin æskunnar. En hún vekur einnig hjá manni siðferðileg vandamál sem nauðsyn ber til að leysa, en hafa mér vitanlega ekki verið leyst til hlítar af siðaspekingum og mannkynsfræðurum. Í þessar beiglur er ég nú komin undir jökli. Ég spyr, er siðferðilega rétt að drepa flugur þegar á allt er litið? Og í öðru lagi, þó það kunni í nokkrum dæmum að vera afsakanlegt til að mynda ef flugur er að því uppvísar að bera plágurinn í húsið. Er þá siðferðilega rétt af gesti að drepa þessi kvikindi? Væri það ekki hliðstætt því að drepa hundinn